Já, komið sæl og velkomin í kalda pottinn eina vikuna enn. En hjá mér í dag engin önnur en Ísold Hekla Abelund Davíðsdóttir. Já, Ísold Hekla Daníelsdóttir Abeland. Abeland. En segjum bara Ísold. Ísold. Fyrir það léttara. Þetta svolítið, ég á svolítið erfitt með nöfn. Já. Já, það bara almennt yfir höfuð. Gaman að skildi koma. Já, takk fyrir að koma. Og mér langar að hafa smá intro að þessu. Það hérna í gegnum Jesúlaðið. Já. Þannig að ég klúður ekki þættinum bara strax þegar búin að klúðra honum, sko. En sko, það minni líkur á því að, sko, að ég klúðra honum með tökum Jesú í hjarta. Skál. Ölgerðin var svo elskuleg við okkur, gaf okkur fullt af Jesúlaði til að ég veit ekki hvor elskulegri við þykja það fer að gefa okkur það. En spáum ekki til það. Já. Þú ert með annan fótinn í Noregi, þú kemur það? Já, ég er búin að með einn foreldri frá Noregi sem ég hef þá búin að vera þarna úti í 17 ár. Við fluttum út fyrir krakka. Fyrstu 17 ára? Nei, við fluttum út þegar ég var 4 ára. Ég var alveg hérna að Selfossi og svæðinu hérna í 4 ár og svo þegar kreppni kom þá fluttum við út öll. Allir 4 og svo bara ákveð þau foreldrar mín að flytja aftur heim til Íslands þegar COVID kom mitt í COVID bara í byrjun sko. Þau bara fattaði að þetta nennum ekki við förum heim og þá var það COVID sem að sagði förum heim? Eða? Já, fyrir pabbi þá var það förum heim en ég ákveð bara að halda áfram út í Noregi og vildi eiginlega vera þar að finna út hvað ég vildi gera með mitt umhverfi og mínu lífi og fór í hernum og var þar 1 ár og Hvernig var það? Ég verður að stoppa þarna. Já. Hvernig var það ung kona í hernum? Heyrðu, það var rosalega mikið fyrir líkamann, mjög mikið, ég veit ekki hvað heitir, en það kostar mikið fyrir líkamann, mjög mikið á mental helsunni, en það var líka mjög fínt fólk þarna inni sem hjálpaði mann í allt sem var erfitt og vandræði. Og svo var það alltaf system, þú vissi alltaf hvað það ætlar að gera á næsta mínútu. Sem var rosalega allt í plani. Hvenær þú ferð að sofa, hvenær þú borðar, hvenær þú var klósettið á næstu því. Og það var alveg bara mjög komið og bara mjög gert. Hentaði það þér? Ég fannst þú ert svona listaspýra í hjarta? Já, mér fannst það alveg næs sko, að hafa einhver sem bara stjórnaði mig og ég þurfti ekki að hugsa. En það var líka vandamáli, ég var ekkert mikið að hugsa. Var það eftir menntaskóla? Já, beint eftir. Fyrsta, ég var með sumarfrí og fór svo bara beint í ágúst inn í hernum. Og svo kláraði ég þá 1 ár og fór til Íslands og var að vinna svona. Alltaf búin að vinna á Íslandi frá ég var 13 ára í sumarfríi og svo var ég bara ákveðið, ég ætla að halda áfram í Noregi og fara í einhver háskóla og fór í norsk tungumál og einhver bull sem ég hætti við jólin. Vissir ekkert hvað? Ég var bara, já, þetta flott fyrir að læra að skrifa betur á norsku en ég kann það alveg, fannst mér og það var bara mjög mikið að lesa. Á þessum tíma var ég bara ekki tilbúin í það típa nám svo ég hætti með því og líka mjög mikið í fjölskylduna svo ég fann bara út af því að það best að koma bara heim til Íslands því þá dó afi bara nokkra mánuði áður en ég flutt til Íslands Samrýkst með afa? Já, það var mjög erfitt og hann var alveg frábær en krabbamein bara ekki best og það bara svona. En má ég bakka aftur inn í herinn? Já, þú mátt gera það. Varstu í hernum bara með vélbyssuna og í búningum og skotæfingum og berja mann og annan? Já, þú varst sko að æfa alls konar. Við vorum að æfa hvernig passa hús og svæði og hvernig haga sig í kringum fólk sem á hærri stillingu en þú, hvernig mann ætlar að heilsa, hvernig ætlar að nota skotvopn og við vorum að æfa einhver út í skógi og hvernig
undirbúa fyrir að vera þarna í viku og svona. Og já, þú gerði allt í skóginum ef þú var þarna og já, mér fannst það mjög gaman samt út þegar við vorum úti bara útivist. Mér finnst það ógeðslega gaman að alltaf fara að tjálta sumarinn þegar ég var bara mitt finn ég fór til Noregs, þá fór ég í svona lítið tjaldferðalag og svona þegar ég var minna. Alltaf búin að finnst það ógeðslega gaman að fara út að gera eitthvað og labba langt og svo var bara auka plús að hitta ógeðslega mikið spennandi fólki og læra ógeðslega mikið nýtt bara skyndihjálp eða hvaða típa gas sem ekki leyfilegt að nota en hvað gerir mann ef mann þaða í sig og svona. Og líka bara hvað mann gerir í allar ástæður fyrir fólkinu að vera hvað heitir það? Árássamur. Ef fólk vil fara að taka þig, þá veit ég alveg hvað svona Fyrstu þjálfunni í það hefur verið tekin yfirheyrslu og alls konar þetta. Þetta bara svo í bíómið þá. Það ekki margir Íslendingar sem hafa verið í hér. Það nefnilega, það ekkert, mér finnst það svona skrítið, það ekkert hér á Íslandi, en það líka bara já, þeir með Bandaríkjunum og Bretlandi og Noregi til að passa ykkur. Og þannig líka, það byrjaði með almenn skildi 2015, það var konur líka bara beðin að koma inn að sýna hversu sterkir þeir eru og hversu langt þeir geta hlaupa og allt þetta. Og þá fram á í dag, þá eru eiginlega 50% stelpur og strákar. Það alveg 50-50 núna með stelpur og strákar. Já, það kynjahlutfallið í hernum. Já, það alveg, þau tekur besti hópinn. Þau tekur best frá bæði hópa. En það ekki herskild, þetta eitthvað volan sem þú býður þig fram. Nei, það alveg, þegar þú verður einhver svona 18 ára eða 19 ára, þá ætlar þú að skila alla þína upplýsingar til ríkið eða til herinn og þau ætla að kjósa þig með hvaða heilsubakgrund eða ertu búin að vera mikið í löggunni eða ertu búin að gera einhvað dóp eða einhver svona og þau færa allar upplýsingar og hversu sterk þú kannski held þú og hversu langt þú hleypi og svona og svo kýsa þig, þú fær skilaboð, þau kýsa þig ef þau vilja fá þig til að koma inn í að taka test og einhvað alls konar. En þú getur sagt nei takk? Já, en ef þú ert nú sterk og með góð heilsu og ég var með góð mental heilsu á þeim tíma líka og þá finnst það bara fínt að ég myndi bara koma. Bara vel gert. Já, ég sagði svona já, ég bara veit það ekki, svo þegar ég sagði bara já, þú bara mæti. Og svo bara út í skógi og vélbyssur og alveg allir pakkin. Já, passa vinir mínir og passa makkirinn minn og vera bara liðsmeðlum að hjálpa fólki í kringum mig að gera fínt fyrir hvern annan og bara, markmiðið herinn bara undirbúa fyrir ef það myndi koma stríð. Og það mun að hugsa, og það alltaf þegar við förum inn, það bara, við erum bara einhvað skemmt að við vorum til skóginni útivist að leika okkur með byssu svona, á svona skotplani. En það líka alltaf fullorðin fólk sem að vinna í hernum, sem að segja já, en vita af hverju við erum að gera þetta. Jú, það að því, það geti komið stríð. Geti alltaf komið stríð. Og þá alltaf að passa gott að hafa ungmenni eins og ég búin í hérinn en ég samt ekki búin. Ef það kemur stríð þá getur verið ég fæ sími að koma. Þannig að þetta kallið þið aftur ef það gerist eitthvað? Ég í það kalla the reserves, að ég í reservir. Í varaliði? Í varaliði, já. Ok. Svo það bara þannig þau eru með hér og eitt ár í hernum, bara fyrir að læra það upp svona aðeins og svo. Vel gert. Já, ég gerði það. Já. Klikkað. En hvað, þegar þú klárar herinn, þá fjölskyldaðin komin til Íslands? Já, þá var ég bara aðleitandi í Noregi og vildi prófa fara í háskóla þar og vera fullorðin aðeins aðleit. Hvernig gekk það? Ekki mjög vel. Ég byrjaði að vinna á bar sem var gaman, en það tók meiri á heldur en ég hélt því ég var alltaf að vinna nætuvaktir og tók alltaf síðastu vaktina. Ég var ekkert að velja það, ég fékk alltaf síðastu vaktina. Fannst það bara alltaf í lagi á þeim tíma og svo fór það mjög mikið út yfir skólanum. Ég náði ekki að lesa og afi var lasinn og allt gerist á saman tíma.
og svo var ég bara, nei, ég ætla að hætta í skólanum og ég hætti svo í vinnuna og flytti svo bara til Íslands og er búin að vera hérna þá síðan maí 2020 og Já, ok, þú er búin að vera svona stutt. Já, það er bara 1,5 ár núna. En þá En barinn var ekki þitt framtíðar. Nei, En það fullt fólk bara mökk leiðilegt. Já, ég líka. Enginn náði að segja nafnið mitt rétt, svo ég byrjaði bara að kalla mig Hanna. Nei, það var, mér fannst það alveg allt í lagi. Mér finnst það gaman að vera bartendur og gera drinks og svona fyrir vinir og fjölskylda og svona. En að vinna á bar, það var ekkert alveg fyrir mig. Ég var líka, mér fannst eins og ég væri aðeins of ung. Samt ég var alveg 20 og 21 ára, skilju. Já, það er bara eitthvað með að vera ung kona á bar, vinna sem bartendur, það er mikið vesen, sko. En svo ég hætti það og fór bara að vinna hjá golfklúbburinn á Flúðum, sem bara slátta manneskja, svo ég var bara... Úr hernum og barnum í golfklúbbinn á Flúðum? Já, það er mjög gott. Mér fannst það bara mjög góð svona tilbreyting að fara að gera eitthvað bara allt annað til að breyta hvar hausinn minn var. Það var í lítið bær út í Noregi á bar með einhver skóla og eitthvað mikið fyrir mig. Og svo bara út á landi á Íslandi. Og ég þekki engin nema fjölskylda á Íslandi á þeim tíma. Þú hafðir engin tengsl við Ísland? Nei, bara amma, sko, og mamma og pappi sem flytti aftur heim og systir pappa með fjölskyldu þar og bróðir minn, stóri bróðir minn sem flytti aldrei út með okkur. Hann var eftir hérna. En þú flyttir þá til foreldranna? Já. Þú kemur upp á Flúðir þá? Já, ég flytti alveg upp á Flúðum og já, við vorum bara að vinna, sko, ég og pappi og bróðir minn líka með sumarstarf, finnst gaman að vinna á kaffisel, hérna á golfklúbburinn, mjög góð pítsustöð. Og já, og ég er alltaf eiginlega búin að vinna á þessum stað, bara inni í veitingana og vera þjónn. En svo kom ég svo nóg að vera í barinn, svo ég vil bara vinna úti á golfklúbburinn. Og ég fekk svona, hvað heitir það? Það er svona kurs í bara meira próf. Já. Svona bara lítil meira próf, veit ekki hvað það heitir. Og til að nota véluna og golfklúbburinn. Varstu að fíla þetta? Já, ég er ennþá að fíla þetta. Ég var að vinna í sumar líka. Ok, en spilar þú golf? Nei, ég er með golfsett sem mamma er að passa. Hún er einhvers gamalt golfsett sem ég má lána, en ég er ekki búin að spila. Verð með golfdellu en ekki góð í því? Ég er mjög góð í að sjá hvernig gras sjá að líta út á golfvellin, en ekki hvernig boltinn á að fljúga. Þetta, já. En hvað gerir svo? Svo líður hvað, 1-2 ár, amman er ellið að fara í lýðháskólan? Já, svo... á hérna Flateyri? Já. Af öllum stöðum? Það var nefnilega vinkona mín sem sagði mér þegar ég var í menntaskólanum að ég ætla að kíkja á liðskólanum á Flateyri. Og svo fór ég í hernum og prófaði 1 ár í háskóla og svo flutti til Íslands og þá segi amma sama. Viltu ekki prófa að kíkja á þessu skóli upp á Flateyri? Og hvernig er þessi amma hennar? Hún er búin að fylgjast með á Facebook. Góð. Já, hún er svakalega dugleg að kíkja og skoða. Sér líka mjög dugleg horfa á fréttir og stundum kemur einhver svona skemmtiskóli eða skemmtilegt eitthvað sem hún fylgjast með og finnur á Facebook. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Og hún sendi mér svona, já, einhvað hérna lítur mjög vel út. Þeir eru eitthvað að gera skemmtilegt núna. Núna er með myndlistadæmi, kajak, einhvað. Alltaf senda mér myndir eða linkið á skólanum og er svo mikið að fá mig til að sækja En fórstu bara að því bara eða hafði raunverulega náhuga að varst að þóknast Ég vildi mjög mikið fá vill vera rosa satt. Nei, ég vildi læra íslensku af því mér fannst eins og var mikið svona veggur milli mig og tilfinningar mínar af því ég kann alveg óbúslega mikið góð norsku af því ég er búin að vera þarna allt skólalífið mitt frá grunnskólanum og út menntaskólanum og þannig kann ég alveg að skrifa ljóð og texta og ég kann að útskýra hvernig ég hefur það en þegar ég var í fyrra sumar það var bara ég náði ekki að útskýra fyrir eins og amma mín hvernig ég var, hvernig ég fannst að vera eða hvað
einhver svona flott orð fyrir einhver bara venjulegt, skilur. Að því mér fannst Hún talaði ekki norsku. Nei, hún talaði ekki norsku, hún talaði ekki ensku og hún alltaf að tala hægt íslensk með mig, en núna hún er alveg að tala venjulegt með mig svona síðasta ári núna, það finnst mjög skemmtilegt. Þess bara íslensku? Bara íslensku. Í bland við norsku? Já, sem ég finnst bara mjög flott og fólk líka byrja að segja mér bara leið ég mætti að lýðskólanum, ég var alltaf búin að vera mjög lítið í mig í tungumáli íslensku, að ég var bara með rosa flott hreim. Það var bara mjög gott að vita. Það heyrir ekkert í mig leið, en svo byrja ég að fallbeygja eða segja nöfn rangt eða einhver svona bull og þá bara, já, ok, hún er kannski ekki alveg með það ennþá. En svona lappandi íslensk samfélag með hreim og svona, einhver að spá í það? Bara ég. Bara alltaf. Þú er ekki kallaður helvítis útlendingurinn á götuhornum? Ég er mjög heppin með því og ég vorkenni fólki sem upplifir það. Úff. Já, og með að því ég er búin að hafa þessi ár á Íslandi að vinna bara sem veitingastjórn á kaffisel, þá var ég alltaf að læra svona röddinn og fá rétta íslenska eitthvað hljóðið og ég var líka með íslensku fram og fjagraða sko. Að hlusta og var með þetta í kringum mig. En pabbi hann breytti bara í norsku þegar hann fór út til Noregs. Þannig hann talaði aldrei íslensku við þig í Noregs? Mjög lítið, mjög sjaldan sko. Bara þegar það var kannski íslenska vinir eða kannski var einhver sem ég var að pæla á íslensku, bara hvað þýðir þetta og þá byrjaði hann að tala svolítið. Eða þegar við vorum úti og hann vildi baktala einhvern fyrir fram okkur, þá tala líka íslensku og mjög fyndið. En maður spyrja þig, svona komandi úr norsku samfélagi, ég meina þú verður fullorðinn þar og þekki norskt samfélag. Hvernig það er, já. Koma til Íslands og við eyjaskeggjar, við erum pínu galinn ættbálkur. Mér finnst það svo gaman. Við erum svolítið geggjuð, það er ekki annað en opna fréttamiðla að sjá hvað við erum geggjuð. Já. Er mikill munur á íslensku og norsku samfélagi? Sko, mér finnst eins og það er bara meira opið fólk á Íslandi. Í alvöru? Mér finnst það sko, að því að þú býr inn í bæ í Noregi og þú fer í grunnskóla, ég veit ekki hvernig grunnskólan er á Íslandi, ég er bara búin að upplifa hvernig vinur mínir er á liðflát og svona, þú veist, og það er mjög mikið artsy fólk og mjög hippar og flatberi fólk, ég er ógeðslega cool. En þegar ég var að upplifa að aðlast upp í þessu litlu bæ í Noregi, þá var allir stelpurnar eins, eða þau var alltaf þau var alltaf svona, hún heitir bara þetta, hún er svona íslensk eitthvað. Íslensk eitthvað? Já, af því ég var aldrei nóg norsk fyrir þeim, samt ég var að tala norsku alveg eins og þeim, skilju. Þannig þú varst útlendingurinn í þorpinu? Já, og fólk fannst alveg, margir fannst það skrítið, en samt, ok, cool, eitthvað, en það var líka sumir sem var bara, af hverju ertu að haga þér svona, af hverju ertu mikið að sýna þig, af hverju ertu að prófa að vera einhver, eins og mann má það ekki. Má það ekki í Noregi? Það er svo mikið, það er kallað jantelof, að þú mátt ekki sýna þig, þú mátt ekki, hver heldur að þú ert til að gera þetta? Þetta er nú líka svolítið á Íslandi. Ég er bara ekki búin að finna það. Ekki kannski eins mikið á í Noregi. Nei, að það er bara alveg, mér finnst það agalegt, en það er líka hvað ég er búin að upplifa, ég veit ekki hvernig fólk hefur það á Íslandi sem er búin að vera hérna alltaf. Þannig þú upplifir Íslendinga meira opnari og svona auðveldara að nálgast það heldur en normenn? Já, mér finnst það sko og það er líka bara almennt séð mjög margir útlendingar sem koma til Noregs, þess að mjög erfitt að eignast norska vinir. Ég bjó þar í 1,5 ár. Já, og hvernig það var bara með leiðilegri tími sem ég upplifði á ævinni. Það er bara óbáslega erfitt að fá norska vinir ef þú kemur frá útlanda og talar ekki norsk. Má ég spyrja einu, ég vona ég móðgið ekki fjölskylduna. Eru normenn fyndnir? Það er mjög, ég elska húmorinn í norsk sjónvarp og í norsk stand-up eða uppistand. Mér finnst normenn óbáslega fyndin. Erum við eitthvað miskilja þetta Íslendinga? Það geta alveg verið. En ég veit að
kajakkennarinn hérna Veiga sem var kajakkarhringin hérna fyrir ár síðan held ég. Já, ég man ekki hvað þið. Já, hún var hérna kennari hjá okkur og liðflott. Frábær sko og hún var líka að segja mér, hún er líka búin að búa út í Noregi í nokkra ár og var líka að segja mér að norska húmorinn, hann bara frábær. Ég horfði á einhverja seríu sem hétt eitthvað Norseman eða eitthvað. Norseman, já, þetta Vikings á Netflix sko, Norseman. Já, þetta er eitthvað svona rip-off af Vikings. Já, það er... Mér fannst það reynda mökk fyndið. Já. En þetta er eina fyndina sem ég sé frá Noregi. Ég greinlega þarf að fara að googla norskan húmor. Já, það er NRK, hann mjög mikið skemmtilegt. Það er mælið með því. En já, eins og Norseman, það er hérna, eins og þetta, mér finnst það svo skemmtilegt hvernig Normenn bara eiga hérna talin, hvernig þeir tala ensku, eins og Jens Stoltenberg í NATO. Hann tala norsku með ensk útlit, skilur við. Og þú fattar hvað ég meina. Mér finnst það svo óbáslega fyndið að hlusta á hann tala. Það verður fyndið. Það verður svo fyndið. Það er eins og í Víkingaseríu, það er mökk fyndið. Já, og það er allir sem er búin að heyra mig tala ensku og stundum næri að fá einhvað norsk heim stundum, það er ekkert að hugsa. Þá deyr sumir úr hlátri hérna. Mamma, einn vini mín, hún bara öskur hlæri þegar ég byrja að tala eitthvað, prófa að lesa einhvað spilakort á ensku. Ég veit ekki. Það er mjög fyndið. Þetta skautaði algjörlega fram hjá mér. Ég var eitthvað að reyna að horfa á einhverja sjónvarpsstöðvar og svo skildi ég náttúrulega enga norsku. Nei. Og svo er gammelnorsk og nýnorsk sem gerir þetta ekki einfaldara. Nei. En mér finnst bara þetta litla sem ég kynnti, ég hef oft komið til Noregs. Ég bjó þar bara í eitthvað ára eða eitthvað. Og maður lappaði ekki inn í búð eins og Ísland og djókaði við afgreiðslugaurinn, skilur við, eða þau voru svona, kannski að því ég lít svona út eða eitthvað, en það var svona alveg, það var alltaf svona veggur. Já, þau lyftu ekki að sér. Já, ef það er ekkert í staður til að djóka eins og á djammi eða heima hjá fólki eða bara það sem mann kannski myndir meira helst eins og bara improv-klubs eða uppistand, allir opna sem meira fyrir það. En ef þú ert bara út í búð, þá er það bara... Það er ekki staðurinn til að djóka. Nei, Normenn er mjög mikið svona, nei, ekki það. Ég hitti mörgum bröndurinn sem að mislukkuðust alveg skelfilega í Noregi. Já. En ég hef búin að jafna með því. Já, gott. En Flateyri. Já. Þú bara pakkar saman og ferð á Flateyri. Lýðháskólann á Flateyri. Já, ég pakkaði hérna bílinn með full, þess pappi á bílinn og alls konar drasli sem ég hélt ég myndi þurfa. Keyboardið, hérna hljómborðið mitt fer með mig og nokkra ferðartöskur og fullt af myndir og minningar og ég fer svo með mamma og keyri vestur. Ok. Já. Og það fyrstu taugaáfall, þú sást Flateyri. Ég fekk upplifa algjör náttúrun á leiðinni sem var alveg frábært. Fallegur staður. Óbáslega fallegur. Og bara keyra þangað, það var alveg nýtt fyrir mig. Því ég er aldrei búin að, það er líka kannski mín villa að ég er ekki búin að ferðast neitt á Íslandi áður en í ár. En já, við keyrðum upp Brattabrekku og upp í Hólmavík og keyrðum svo djúpið inn og keyrum svo inn í göngin hérna við Ísafirði og þá kemur í ljós í fréttunum hún Elísabet Bretadrottning dó. Já. Sem var alveg bara, wow, þetta er tímabreyting, sko. Þetta mun skrifast í alla bækur ever, skilur við. Og sem ég líka tek upp á eftir, sem var alveg áhugavert. Af því lokadaginn okkar, þegar daginn við vorum að útskrifast, þá var líka króningsdagurinn fyrir nýja kóngurinn. Já. Það var akkurat. Fyrir Kalla, formerly known as Prince. Já. Sem var óbáslega skrítið og því þá er það bara history. Fylgistu með þessu? Þessu monarkídóti? Nei, bara af því við erum með monarkí í Noregi, við erum aðeins að passa okkur svona. Já, ég vissi kónginn. Já, hann er frábær. Ég staði við hliðina á honum. Hann er fyndinn. Hann er óbáslega góður. Hann reytti ekkert af sér því ég heit hann. En það var eitthvað hallarslegt, svona, eitthvað samsæti. En að koma þarna, veist,
Já. Erstu ein, erstu með maka eða Ég var- kærasta, eða kærustu eða hvernig sem þetta virkar? Ég keyrði með mamma og hún gisti þarna eina nótt og svo keyrði hún bara í burtu. Og þá var ég allt í einu alein. Ég fékk tíma til að hitta þessu 30 manneskjur sem ég fór í skóla með. Tekur skólinn bara 30 manns? Já, núna á þessu tímabili erum við með 9 nemendagarðar sem við bara fekk ekki upplifa af því við vorum bara akkurat eitt árum of snemma. En það eru 30 staðir, pláss fyrir nemendar. Ok. Já, og svo eru tvö brautir, eitt sem er útivistarbrautin. Heimurinn, hafið og þú, og þá ertu bara að læra alls konar allt sem með bara útivist á Flateyri, allt með eins og skyndihjálp, þessu fjallgöngu og ísklifur og kajak og þetta læra umhverfi og hvað típa fyrirtæki í umhverfinu og hver á þorpinu. Eins og Ívar Gröfukall, allir vita ekki hver hann ef þú veist Flateyri, skilur við. Og við fáum tímapunkt til að kynnast öllum í sundlauginu, sko. Og svo innibrautin sem og svo innibrautin sem svona heimurinn og hugan og þú sem að Það eru 2 brautir? 2 brautir, já. Annars náttúran og allt umhverfið okkar? Og hinn sem bara, sem mjög mikið kreatíft nám. Eins og við vorum að læra myndlist, við vorum að læra að taka myndir, fara út í náttúrun, taka náttúrumyndir. Við vorum að læra að skrifa. Fyrir mig var frábært. Skapandi skrif, að gera ljóð og manus og svona. Og við vorum með listina Mistakast sem kannski uppáhaldsnámið mitt, af því við vorum bara með kennari sem var að útskýra fyrir okkur, já, allt sem við gerum rangt, þá getum við gert eitthvað meira út úr því. Og hvernig gekk þér að snúa þessu við að sé í lagi að mistakast? Já, að það var alveg, ég fannst þess að ég var ég náði að mistakast mikið síðasta árið áður en ég fór til lýðskóla. Og það, hvernig hann sagði mér að útskýra fyrir mig að allt getur breyst. Þú tekur þessu sem búin að læra og gera eitthvað spennandi út af þessu, sem það búin að taka með mig í allt sem ég að gera í dag. Eins og núna, þá ég búin að komast inn í LHÍ, Listaháskólanum í Vörun, sem bara mjög mikið það sem ég passar í, held ég, af því allt sem lýðskólinn var að sýna mér, það var svo mikið bara að fundra, að gera eitthvað, að læra eitthvað. Koma hlutum í gang. Bara hafa í gangi einhver system, eða við vorum það var einn að kenna okkur að gera tónlistarmyndbönd, að setja saman tónlist til myndir sem við gerðum, og þá tókum við Lost Dancing sem var lag frá myndin The Circle of Sadness, sem alveg mjög góð mynd, en síðasta lagið þarna alveg frábært, sem var bara, ég elska þetta lag. Við gerum tónlistarmyndband og við fórum í að gera portfóljó, byrjum að gera það, við búin að gera vefsíður í mismunandi staðjar sem við vorum að gera eigin vefsíðu og við vorum líka að prófa að gera vefsíðu fyrir skólanum, bara til að tekka hvernig það gekk og við, já. Þannig að það alveg systematískt kennt bara í þessar áttir? Bara alls konar áttir. Og skiptist þá 15-15 eða rápið á milli í deilda? Það kreatív brautin, hann fer í að vera, við verum svolítið mikið inni og það 1-2 vikur með nám. Og það 1 kennari í þessu námi, eða 1-2. Og svo erum við bara byrjum og þeir bara að kenna okkur alls konar þetta og svo byrjum við að gera eitthvað spennandi. Eins og við vorum að gera ljósmyndasýning í lok, námið. Og þá fekk við lána hús sem var bara kallað Turnið, sem byggt fyrir út á Flateyri, og þá vorum við bara með ljósmyndasýning af alls konar sem við vorum búin að taka. Og svo erum við búin að hafa kvikmyndasýningar, við vorum líka að gera heimildarmyndir.
og við erum alltaf með sýningar og við erum alltaf að gera eitthvað verkefni sem við getum gert síðan spennandi. Voru Flateyringar alveg innviklar? Komuð þér á sýningarnar og voru þið svona þáttakendur í þessu? Já, fólki á staðnum? Þeir sem var ekkert að vinna þegar við vorum með sýningar, þau yfirleitt mættu og var alveg til í að koma að sjá eins og við vorum með fashion show, tískusýningu á vagnin. Það var rosa gaman. Þá vorum við búin að hafa textilvinna í 2 vikur. Ég byrjaði að prjóna peysu og notaði svo 2 vikur í að gera 2 ermir og háls. Ég náði ekki að gera meira. Svo ég fór bara í tískusýning með það. Virkaði það? Já, það getur bara að sjá Instagram á getur bara að sjá Instagram hjá lýðskólanum að það er bara vídeó af okkur labba með einhvað mismunandi tískudæmi sem við erum búin að sauma. Sem það var rosa gaman. Við erum alltaf með einhvað fjör, vagnin er alltaf með karaoke stundum einu sinni á mánuð. Góð móral við skólanum. Já. Og búa svona náið með öðru fólki. Var ekkert... Ég var mjög heppin. Ég var í hús með 3 öðrum og þau voru bara mjög flott fólk. Aðeins eldri en ég og það var líka bara svo góð, við kallum þetta húsið af því húsið er frá eitthvað byggð 1960 og það er ekkert búin að breyta neitt. Bara orginal. Það er bara orginal og það er 70 og mjög flott hús. Ég er alveg viss það er einhver draugalabba þarna en hún er bara kósí konan sko. Og það var bara við í húsið og svo fékk við fólk til okkar að koma í að spila kort eða gera mat eða við vorum að fá okkur eitthvað bjór. Þannig þetta var svolítið hippa. Það er mjög hippa. Svona hippish. En ef ég skilur þér rétt, þú þarft ekki stúdent þarna inn? Nei, það er... En þú varst með stúdent frá Noregi? Ég var stúdent frá Noregi. En það þarf ekki alls ekki í þetta nám á Flateyri? Það var margir sem var ekki búin að klára menntaskólann í fyrra. Að því fyrir þeim sumir, það var COVID bara allt of mikið og þeir voru lokað inn í herbergi fannst þau og gat ekki hreyft sig einhvern veginn. Svo sumir lendi bara mjög sterkan þunglyndi og fann ekki neitt bara ljós í skólanum. Einhvað bjart sýni í skólanum sem er alveg opaslega skiljanlega því það var ömurlegt. Þetta var ömurlegt? Já, og það var ekkert að setja lók á því, sko. Svo þá var það bara mjög góð ástæða fyrir marga að koma upp á Flateyri að bara fá smá hreyfinga, hreyfa sig úti, að fara í sund einhvað nokkra sinnum á viku. Ég gerði það yfirleitt kannski 3-5 sinnum á viku, bara að fara í sundi sem var þarna. Bara rosa sæt sundlaug með 2 heitapotta og barstofu og svona. Og með pingulítið rekt stóð svona líkamsrekt sem ég bara skráði mig inn í og byrjaði að hreyfa mig. Svo það breytti bara allt með hvernig ég hafði það, sko. En hópur hlýtur að verða mjög þéttur, svona fámenni hópur og svona langa tíma. Þetta eru 2 ár eða ekki? Það er 2 annir. Er þetta 2 annir? Já, það voru haust. Er þetta ekki 4 annir? Nei, það voru haust. Og yfirlegt er bara fólki þarna í 1-2 og kannski það var 2 sem ég veit búin að prófa að klára 3 annir. Svo þau fóru í 1 braut og svo fóru í annan braut í 2 annir og svona að þau fer inn á milli. Það er alveg hægt svo að fara inn í 1 braut í 2 annir. Þú getur líka sótt að fara í annan braut í 2 annir. Það er hægt. En flestir klára bara árið 1-2 annir og fer svo áfram. En þetta hugsað þá meira sem svona grunnur fyrir ungt fólk að finna sig einhver áhugamál sína. En ég frétti að elsti sem hefur verið hann 60 ára. Já, það var held ég fyrsta árið. Hún var það var mjög margir mismunandi manneskjur, ég er ekki búin að ég þekki öllum, en fyrsta árið það var einn sem heitir Margeir sem var í skólanum og hann er líka núna að vinna í skólanum sem einn af 3 sem er í skólastjórinu. Hann er held ég kallað media og einhvað, hann er mest að passa svo nemendana hefur það vel, tekur myndir til að sýna Facebook og gera fréttablað og svona. Og hann
fann mjög stórt áhugamál í lýðskólanum. Hann líka flutt á Flateyri kom með kona barn þarna og það bara, já. Stemming. Já. Svo það alveg, ég veit að það tveir sem flutt upp á Flateyri og að vera þarna núna. En myndirðu segja, nú ég 65 ára og ég veit ekkert hvað ég ætla að vera þegar hann stór. Já. Og þetta búið að fylgja mér og öllum hinum alla ævi. Já. Að krakkar sem að ungt fólk, mikið af fólk að detta út úr menntaskólum. Já. Er þetta staðurinn til að finna sig á? Já. Myndirðu segja það? Ég myndi algjörlega segja það. Mér finnst eins og það er búin að vera svo margir sem er búin að detta frá líka í Noregi og þá líka lýðháskólanum í Noregi búin að redda þeim svolítið. Já. Af því þú þarft ekki stúdent heldur fyrir að fara í fólkskóla í Noregi. Og þá fer mann inn í sem einhvað áhugamál fyrir mann og þá finn mann annarkvort út að þetta mitt eða þetta alls ekki mitt. Nákvæmlega. Að þá fer mann inn í það sem mann finnst spennandi en eins og hérna á Flateyri þá þau með svo mikið mismunandi sem þetta fara í alls konar áttir. Þau þreifa á svo mörgu. Já, og það er svo mikið mismunandi sem maður getur kíkt á eða lært meira eða eins og mér fannst gaman að fundra og mér finnst gaman að smíða og gera einhver með höndunum. Ég held ég örugglega með smá ADHD því mér finnst bara að lesa ömurlegt en lesa bókmentum og svona einhver dæmi en að vinna að gera borð eða stóla eða jólatré sem ég gerði í skólanum. Mér finnst gaman að skapa með höndunum. Já, og það ekki bara eins og smíða en það líka bara að gera tónlist eða hlusta. Mjög hrifin á að sitja í strætó eins og þetta Noregi þá var ég oft bara að sitja í strætó og hlusta í staðinn fyrir að hafa einn tappa eða eitthvað svona. Mér finnst gaman að gera tónlistmyndbönd eða vinna með eitthvað í tölvunni, eitthvað sem ég get skapað eða gert eða breytt eða eitthvað svona. Opnar þetta einhverja hurðir, er þetta ekki þá aðalega að fólk er bara að finna sína hillu á Flateyri svona, en það gefur þér engin sérstaklega réttindi per se, ekkert svona, það hjálpar þér ekkert ef þú ert ekki með stúdentsú, þetta ekki einingar upp í stúdent. Nei, það ekki einingar, en það gefur þér eins og með margir sem voru á útivistarbrautina og það var margir sem fatt að ég vil fara í FAS. FAS sem hérna, ég veit ekki hvað stendur fyrir, en það skóli út í Höfn í Hornafirði sem eiginlega skóli sem þú fær stúdent í, sem útivistskóli, það mikið á netinu en einu sinni á mánuð þá fer út í ferðalag, fer út í jöklaganga eða þau fer í klifur eða þau fer í tjaldferðalag, þau voru að læra að vera útivista manneskja að vinna með kannski túristum eða vera gæt eða eitthvað svona fara í þann áhugamál sem þau finnst gaman. En það svona, ég googlaði skólan og var að lesa mig til þetta og ef ég væri nokkrum mánuðum yngri, vikum yngri, þá myndi ég alveg örugglega skella mér að ég minnst það spennandi. Mér finnst svo gaman að skuli vera á Íslandi. Já. Og að ég lýsi svo, eins og segi, það veit enginn hvað hann ætlar að vera når hann er stór, nema að byrja að fikta í einhverju. Já. Þannig þú fannst þína hillu út úr þessu? Já, ég Listaháskólanum? Já. En var ekki listaspíra í þér alltaf? Jú, en þá var ég var alltaf svona, ég ætla alltaf að fara inn í einhvað háskólatónlist. En ég gerði það samt ekki út í Noregi því ég var ekki með tíma til að æfa eða hugsa áhugamál í herðum. Svo ég bara koplaði það ekki að ég vildi fara aftur í tónlist. En svo var ég bara svona, já, það örugglega eitthvað smá tónlist út á Flateyri. Ég bara, já, ég fer þangað, það kannski eitthvað tónlist. Það var eiginlega það sem var það sem ég vildi. En svo fékk ég bara, frétti bara því að mér fannst eiginlega bara mikið mismunandi dæmi rosalega gaman. Eins og að gera sviðsmyndir eða að skapa, ég var að vinna með Kel, hann sem í Celebs. Að gera jólalag með honum, bara svona eitthvað prívat, skemmtilegt. Sem við sýndi
jólatónleikum í kirkjunni þá, en á Flateyri bara. En hassið hennar mömmu, Já, það var bara leiksigur. já, það var, Komst, sást og sigraðir á áhugamanna leikhúsi í Flateyri. já, það er Ég sá myndaðir í svona einhver dænerstressi. já, það er, ég fann 50s kjól út í Berlín þegar ég fór í frí þá, fór ég hérna á weekend þangað til vinkona og fanns, það er alltaf svo mikið spennandi föt út í Berlín, sko, hérna í alla þessi búðar. Fann svo þessi kjól og því ég vissi að ég ætla að vera í hassinu mömmu sem er Hvernig kom það til? Gafstu þið fram eða varstu beðinum? það var bara boðið upp á liðskólanemendar vildi kíkja við á einn æfingu, bara hlusta á hvað heitir það, manuskriptið, handritið og ég mætti bara og það var Elvar Logi, hann á Þingeyri sem hann er með Act Alone sem er svona hátíð í Þingeyri í ágúst, hann var hérna síðustu helgi eða einhver svona. Frábær kall sem er búinn að vera mjög mikið með allt lífið sitt í að leika. Svo hann var leikstjóri fyrir okkur í Hassanum mömmu og við vorum með Steinun sem var eiginlega að græja allt þetta, að ná að finna út og hvað réttum fyrir, við tala um Elvar og fá réttum fyrir Hassanum mömmu og við vorum byrja bara svona janúar, febrúar að æfa og í páskana þá var bara sýning. Ein? Já, við vorum með 5 sýningar. Vá. Já. Þannig allir á Flateyri fóru og sá það? Já, og fleiri frá Ísafirði og já, og við heyrðum, það var svo skemmtilegt, Ronja, hún var að spila ummuna í Hassina mömmu og hún fekk líka að heyra þegar hún fór á, aldrei fór í suður á kvöldi, það bara, oh my god, þetta er amma, hún er frábær og við bara heyrðum þetta kringum sig og hún sagði mér eftir, hún fannst það ógeðslega gaman, að það var fólk sem kom á aldrei sem fór á leiksýningina sem ég finnst bara alveg magna að þeir bara fann út af þessu og vildi koma að sjá að það var rosalega gaman og líka svo gott fyrir mig sem vildi læra íslensku að æfa og hrættu að stíga á sviði. Já, það er bara ekkert mál. Það er sjópið síðir. Já, ég er alltaf búin að spila píanó og syngja og alltaf síðan var svona 11-12 ára það ég er búin að vera að fara á svið og sína söng. Sína ég var að syngja Jolene á sumarhátíð á Jessheim heimabærin og ég var alltaf að æfa mig með söngkennari og píanókennari og við vorum alltaf með tónleikar á hverju ári og alltaf búin að fara á sviðina og vinna með að fara í gegnum sviðsskrekk. Ég var með það alveg fyrst. Það standi í bréfpoka. Já, ég veit, eða fara að æla háðinu fyrir svona eitthvað alls konar. En það var bara að æfa sig að taka þetta bara öll með róu og gera eitthvað fyndin úr þessu. Að mann er ekkert fyndin, það er bara að fynda eftir. En hvernig díla maður við bara í framhjálpið, bara svona að díla við sviðsskrekk? Ég las einhversta könnun og fólk vildi frekar skjóta svona í skurð heldur en að standa fyrir fram á fólk og syngja eða eitthvað. Já, ég er líka búin að heyra svona, búin að segja að það... Hvernig díla maður við þetta? Hvernig, segðu okkur leyndarmál. Það er bara að æfa, alltaf. Það er orðið sem er mjög leiðinlegt og bara mjög boring að segja. En það er bara að æfa sig, að fara, að stíga fram, að tala PowerPoint í skólanum. En það er það sem er svo vont, að byrja að lappa fram á sviðið og segja eitthvað, syngja eða... Kannski stundum er gott að byrja bara í tóma rými með vinur fyrir framan sig. Það getur virkað. Það sést að bara vinna það upp. Bara vinna þetta upp og fóra að fara fleiri og fleiri, með fleiri og fleiri fólki í kringum sig eða stundum er gott að vera bara kór, skilur, þegar mann er með kór á sviðinu, ekki aleinn og svona. Ertu að syngja í kórum eitthvað? Ég var í kór í tónlistarskólanum út í Noregi. Ég var í tónlistarskóla í 10 ár áður en ég flutti út. Og byrjaði í kór og fór svo líka í prívatsöng og svo byrjaði með gítar og píanó
og vildi byrja með dans en þá sagði mamma nei. Það er komið nú að þessu. Já, svo hún sagði þetta. Já, ég var eiginlega bara aðal krakkin í tónlistabraut hérna á skólanum en hún sagði ég mátti byrja að velja hvað sem myndi vera mesta áhugamálið mín. Svo ég sagði ok, ekki dans, en þá fer ég í leiklist í staðinn. Ertu með leikara genið? Ertu með delluna? Já, mér finnst gaman að láta fólk líða vel, að hlæja, að vera einhver húmorist. Er það komikinn sem heillar þig? Ef fólk hlægir þá finnst mér það gaman, en mér finnst líka flott að bara vera í silent rými að spila píanó og bara upplifa að það er þögn því að þau vilja hlusta, ekki að þau finnst það leiðilegt, skiljið þið. Leikonin í þér, hún meira svona grínleikona frekar en hádrama? Já, algjörlega. Mér finnst, það er alveg satt. Hérna í leik, ég var að leika hérna í Nóri fullt og þá var alltaf einhver svona skemmti karakter sem gerði eitthvað út úr sig og var eitthvað fíbl, skiljið, mér finnst það mjög gaman að ég vera svona eitthvað annað heldur en tónlistin er bara svona væmin og sorgmætt og svona. En ef þú ættir að velja eitt út úr þessu? Já. Bara eitt, þú mátt velja eitt. Velja leiðilegur. Já. Geturðu setið hér núna og sagt, ég ætla á þessa braut. Ég ætla að vera leikona, ég ætla að vera söngkona, ég ætla að vera píanónisti. Já, ég segi nú að ég er að fara inn í hönnunadeild. Og er að taka bachelor við það og ég er með markmið að klára á þessu. Okay. Svo þá mun ég segja að þessu tímafili vil ég ná að vera hönnur. Og þá fatahönnur? Nei, það er meira vöruhönnun námið, það er meira svona að þú tekur allt sem er í kringum þig. Vörur er líka upplifun, hvernig þú finnst einhvað bíða á læknis. Það er upplifun, kannski getum við gert það betri eða hvernig er glerið fyrir gósin, getum við gert það betri, einhver svona alls konar. Og með vöruhönnun þá fer mann að læra allt hönnunar, fatahönnun og við förum inn í smiðhönnun og við förum inn í keramik og í alls konar og svo næsta ári þá förum við inn í hvað sem við hefum áhugamál á. Hvað vil ég fara inn að breyta eða læra meira eða svona. Var það ástæðan fyrir þú sóttir í Listaháskólann að fara inn á þetta svið? Þú ekki vilja að fara inn í leiklistskólann? Það sem er svo gaman með vöruhönnun er að það er í aðra árið þá er hægt að fá nám sem heitir söngleikar. Að fara í söngleikanám eða í tónlistanám sem er bara með í bachelorinn. Og að því það er svo gott að hafa svona mjög praktísk bachelor sem getur notað í alls konar í vinnumarkaðin. Þá er líka mjög mikið, þá er námið mjög gott fyrir mig sem bara tónlistarmanneskja í mig og leikkona í mig, skilur við, bara artið hippin í mig, skilur við. Að það er, ég get eiginlega gert rosalega mikið úr þessu og ef ég vil fara meira inn í sviðsetning og hvernig byggja upp sviðin eða búningar eða eitthvað svona spennandi, þá má ég gera það. Og þá... Hljómar spennandi. Já. Rosa spennandi. Mjög spennt. Þannig að þú ert að flytja frá Flúðum í borg Óttans og byrja bara morgunni eða? Já, við vorum með kynningar á föstudaginn. Við vorum með smá svona verkefnisdagur í dag að kynnast hinum í hönnunadeild eins og arkitektúr og fatahönnun og svona. Svo erum við bara með verkefni alla vikuna til að bara læra á einhvern annan og læra skólanum og þetta er BS og mastersnám? Já, það er þessu sem ég er að vinna með núna er bara BS. Farsnám, já. Ertu búin að koma þér fyrir í borginni? Já, ég kom inn í bara frábært húsnæði sem... Hvernig fórst það því? Pabbi, hann tók eitt ömurlegt mynd af mig sem ég fannst bara, allt í lagi, who cares. Tók mynd af mig meðan ég var að tala með hann að ég komst inn í skólanum. Auglýst hann eftir húsnæði handbær með mynd af þér? Já, og ég var nývöknuð og nýbúin að sjá skilaboð frá Listaháskólanum ég komst inn og hef bara einhvað í óbúslega mikið skapi og
pabbi tekur bara svona glíkmynd og ég eitthvað svona og þá leggir hann út bara hæ. Og fór þetta bara inn á Facebook? Bara Facebook. Og svo kom fyllt af golf, mér finnst það svo skemmtilegt, og fyllt af golfvarar sem ég var búin að vinna með svona síðasta árið. Þau séu mig alltaf hverjum degi slagur af sem ég var alltaf að vinna aðeins seinna og eitthvað. Og svo sendi fólki bara kommentar undir svona meðmæli fyrir mig. Ég bara byrju... Facebook er frábært. Já, svona fyrir að leita af húsnæði þá er mjög gott að þekkja fólk eins og pabbi. Facebook er geggjað, sérstaklega í Íslandi, 97% Íslingar á Facebook og nærði í alla. Já. Alltaf. Já, mér finnst það alveg frábært. Svona, þú getur eiginlega skrifað einhver eins og á Flateyri, það er Facebook-hóp sem ég mæli þessum með áhuga á Flateyri. Það er Facebook sem heitir Flateyri og Flateyringar. Þá eru stundum að pósta sögu síni og sögu fjölskyldan á Flateyri. Eða það er eitt sem mér finnst mjög fallegt, hann er að byggja Flateyri í svona 3D-heimur, í svona 3D world. Já. Sem hann er að byggja húsin sem var fyrir Gamla Flateyri. Já, gamla Flateyri fyrir 95. Ok, vel gert. Sem mér finnst óbúslega fallegt af honum, af því að mann sér alveg þegar mann er á Flateyri að frá veginum og til húsin þá er lóðir sem er bara ekki fyllt. Bara gras sem er rosa skrítið fyrir mig af því það lítur út eins og það átti að vera fyllt og það átti líka að vera bara rosa marga húsa sem bara er ekki til. Myndirðu ráðleggja fólk í dag á öllum aldri? Absolutt. Að gera það? Já, það er líka mjög gott á Flateyri að það er eins og grunnskóli og leikskóli sem tekur á móti 12 mánuðum fyrr en mjög marga aðra staðar á Íslandi. Þannig að þú getur farið með heila fjölskyldu og komið barninu fyrir og... Já, og það er líka hægt að það er húsnæði yfir veturinn sem er bara laus á Flateyri sem er bara hægt að leiga og það er bara að koma í samtal að byrja að tala með skólanum og þeir finnir eitthvað spennandi fyrir mann og þá getur bara eiginlega tekið manni sem menn sig og hann er bara að vinna eða hún er bara að vinna tölvunni yfir veturinn eða heimavinnu, skilur við. Svo það er mjög gott fyrir fjölskyldum og það er mjög gott fyrir fólk sem kannski er búin að fatta að háskólinn var ekki fyrir þeim eða þau voru komin til Íslands búin að vera svolítið stund og kann alveg íslensku. Það er mjög gott fyrir þeim líka. Þetta er allt kennt á íslensku? Allt á íslensku nema kennarunum sem er ensk. Þegar við erum stundum eins og með kennarar sem voru fyrir ljósmyndir en ég man ekki hvað hún heitir á þessu tímapunkti en hún er frá Þýskalandi og Bandaríkjunum og hún er að fara bátum og er að taka myndir fyrir expeditions og svona fyrir fólki sem er að vinna í Grænlandi og í Norðurpólum og hún kom og var með nám fyrir okkur og á ensku og útskýrði fyrir okkur allt inn í prógrammin sem við erum að nota til að lita myndirnar og svona bara mjög fínt sko og ef mann ekki skilir hvað hann segir þá mun fá hjálp til að útskýra. Já, hjálpast allir að. Já, það er. Hvernig veistu af hverju var til lýðháskóla á Flateyri? Hvað þekkir þessa sögu? Var einhver sem sagði ég ætla að stofna lýðháskóla á Flateyri? Þessi Runólfur, hann er aðalstofnarinn og sem það er eiginlega svona bunch of hippies. Bunch of hippies. Það er alveg þessi pæling. Er svona hálfsköllótti gaur af svona eins og ég með sítt hár og einhver svona fólk sem er bara, við viljum gera eitthvað spennandi út úr þessi fallegu litli þorp. Og þá viljum við fá eins og bara hugsa til Noregs að fá kennarar inn að kenna ungmenni eða bara nemendar á skólanum eitthvað spennandi og fá fá fólk til að fá áhugamál fyrir Flateyri sem er að því Flateyri er svo lítið og það var að minnka alltaf á hverju ári síðan síðan flóðið kom og snjóflóð og aftur snjóflóð 2020 en að því liðskólinn kom í 2017 og þá ég var svo 5. season 5 sem ég kalla það 5. árið þá er alltaf búin að bætast. Það stofnar 2017, sagði. Já, 2017. Svo hann er bara... Gömlum hippum.
Frá Flateyri? Frá Reykjavík og Flateyri. Nú, frá Reykjavík líka? Já. Mér finnst þetta alveg frábær framtak. Já. Ég sá líka að ég var að lesa mig til skólan að hann kostaði eitthvað, ég man ekki 300 skall önnin eða eitthvað, sem ekki stór peningur, en svo kannski fengið sko 100 skall tilbaka ef þú mættir rosalega vel. Ef þú bara mættir. Og það var ekki vandamál fyrir mig, en það samt alltaf einhver sem finnst það erfitt. En það var að vera... Náðir þú því að fá 100 skall tilbaka? Já. Báðar önnunar? Já. Ég var með bara mjög flott mæting. Sjokk. Ég var með 98% mæting, það var ekkert mál. En ég veit að það var margir sem voru með erfitt í að mæta, af því þau voru bara með, sumir varu með þunglyndi og þau þurftu smá hjálp til að draga sig svolítið út. Var hjálp í boði? Ég meina, er eitthvað þar sem getur aðstofað ef að fólk að díla við svona hluti? Það er ekki sjálffræði mér að segja, en það er alltaf tilbúið að tala með kennarunum, sérstaklega liðskóla stjórnin, eins og hvað heitir það? Rektor, Sigga. Kennararnir og skólastjóri. Skólastjóri, já, og það er alltaf, ef það var einhvað af, það var alltaf hægt að fara að tala með þeim bara allt. Og upplifir alltaf að vera vel tekið, hvað sem var? Já, hjá Sigga finnst ég bara allt var tekið alvarlega og ef það var einhver sem ég fannst óþægilegt eða skrítið eða mér fannst erfitt fyrir mig eða einhvað, þá tók hún það alvarlega og vildi tala með mig þetta, sko. Vel geð. Já. Þannig þú upplifir alltaf að það var haldið utan ykkur? Já. Alltaf? Já. Love and peace. Love and peace. Allir pakkið. Já. Myndirðu fara aftur? Já. Ef ég komst ekki inn í lista, sko, myndi ég fara í útivistarbreytuna. Myndirðu fara aftur á hlutum? Já, ég er alveg viss um það. En ég kom nú inn á vöruhönnun. Kannski þegar ég klára vörunin, þá fer ég upp í útivist. Vel gert. Já, takk. En hvað er þá stóra planið? Hvað ætlar að gera út orðin stór? Svo við lókum þættinum á því. Já, þessi gæla, orðin 22 ára. Alls ekki. Ekki fullorðin, ég skal segja það. En ég held að ég sé í einhver svæði eða umhverfi sem ég mun vonandi upplifa sem ríkt, kreatíft, að ég geti unnið með eitthvað svolítið spennandi, eitthvað svona erfitt, eitthvað svona sem tekur mann svolítið að hristi mann og svo ætlum maður bara að finna út úr hvernig mann gerir þetta betur. Ég vil fá smá á móti mig, af því ég er alltaf búin að upplifa svolítið smá á móti mig. Það er gott að vita að mann næri að komast í gegnum þetta. Nákvæmlega. Maður þarf náttúrulega að fá gagnrýni. Já. Orðið gagnrýni er óslega fallegt orð. Já. Það er bara svo gildishlaði neikvætt. Að rýna til gagns. Já. Þannig að gagnrýni, sko, ég er svo mikið old school þegar ég var á þessum árum alltaf að vera kvikmyndagerðarmaður. Og það var ekki kennt kvikmyndagerð á Íslandi. Nei. Þannig ég þurfti að fara í aðra heimsálfu og læra það. Og ég er ennþá, að því ég er búinn að horfa eftir mikið ungu fólki fara erlendis í nám, Berlín og London, út allan heim. Já. Sko, það sem ég er að segja núna er kannski hljóma mjög leiðilega, en sko, mín ráðlegging til þessara krakka sem er að fara í sérstaklega listanám, hvað segir það er ekki koma heim. Af því, sko, við erum í svo litlu markaði, við erum í svo litlu þröngum markaði með alla svona sköpun og einust erum við svo langt á eftir, þó við sem kannski á undan á mörgum sviðum, en ég veit að þín kynslóð hugsa langt út fyrir landsteinuna. Þú ert ekki bara að hugsa Flateyri eða Flúðir eftir skóla, hvað ætlar að gera? Ég ætla út í bolla á Flateyri, ég veit út með stóra drauma. Já, það er bara svo erfitt að útskýra. Já, og svo þarf þetta að finna drauminn og móta hann og lifa hann og anda hann. Sérðu fyrir því að fara í framhaldsnám erlendis kjölfarið? Já, það getur fínt verið. Ég var að sækja í skólum í Berlín og ég var líka að sækja í skólum í Finnlandi og í Danmörku. En þegar ég frétti af því að ég komst beint inn á
ég komst inn á listaskólanum, þá var ég bara búin að ákveða að það eitthvað meira fyrir mig á Íslandi sem ég þarf að klára og þegar ég þá búin að finna út hvað það þá kannski fer ég bara aftur út eins og til Noregs eða það alveg fínt þar eða bara fara og kíkja út til alltaf búin að hugsa að fara til Frakklands ég að læra frönsku sem ég þarf að æfa með þess meira en það ekkert að stoppa mig í Ísland ég get alltaf að fara út Nákvæmlega þetta allt galopið Já Montin að þér, vel gert Takk Og þetta eru 3 ár í BS-in? Já Ok Það mjög spennandi ég óbáslega spennt, við erum 10 í vörunum Og þú myndir ráðleggja ungu fólki að fara í lýðháskólann á Flateyri ef þeir eru týnd með þetta því sem hefur setið eigi ungmenni og annað bara íta þeim í lýðháskólann en ein spurning fyrir svona lesblinda hverju sem mig mikið bóklegt í þessu? Nei, það eiginlega ekkert við erum ekki með neitt bækur við erum, enga bækur við erum með enga próf og við erum bara með sýningar og upplifun og tilfinningar við erum að tala með einhvern annan tala með kennurunum og bara gera verkefnin sem við erum að beðin að gera mjög sjaldan við erum beðin að lesa ef það þá að lesa á PowerPointi sem við erum búin að gera fyrir okkur sem ekki mjög mikið og já, ég bara mæli bara fullkomlega með að fara í þessum skóla bara ef þú heldur ekki tínt, en vil bara gera eitthvað skemmtilegt. Þetta hljómar og skemmtilegt. Já. Þetta eitthvað sem ég alveg híklust það út. Já. Ísold Hekla. Já. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Og við þurfum að skála í Jesúlagið og farum í Jesú út úr þessu. Já. Þú verður að leyfa okkur að fylgjast með þér. Já. Hvað gerist? Þú rúllar þessu upp. Já. Ekkert svona hermannastöf á göngunum að bara svona massar þetta. Smúðar þetta inn og bara við segjum bara ég mun örugglega vera á Íslandi bara minnstakosti 3 ári viðbót svo sjáum til hvað ég geri. Ertu ADHD? Já. Ég fer út allt í Takes one to know one. Já. Nei, svo það, já. Mjög. En það eru ofurkraftar. Það hefur aldrei háð mér ADHD. Ég hugsa alltaf sem ofurkrafta. Já. Það geta að segja, nei, vörubíl, íkorni, allt þetta. Já. Bara gera þetta skemmtilega. Já. En Ísold, takk fyrir komuna. Takk fyrir að láta mig koma. Bara einslegt. Og þið sem heima sitið að hlusta, fylgist með okkur í næstu viku. Takk fyrir okkur í dag.